Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, sæl aftur. Við höldum áfram umræðinni. Á sunnudaginn vitum við hvaða hug landsmenn bera til þess hvaða frambjóðandi mun hljóta hnossið, að maður getur sagt sem svo, en akkúrat á þessu augnabliki það nánast fullkomlega óljóst. Og þetta tilfinning sem að til dæmis fólk á mínum aldri man varla eftir svona skömmu fyrir kosningar, að við vitum ekkert hvað að fara að gerast helgina og við ætlum aðeins að treyna okkur þessa spennu sem nú í loftinu með því að halda áfram þessum umræðum og ég hef fengið hér 4 góða gesti til liðs við okkur í þeirri umræðu. Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur, Sara Óskarsson, myndlistarmaður, Hjálmar Gíslason, frumkvöðull með meiru og Karl Héðinn Kristjánsson, fulltrúi ungu kynslóðarinnar þetta kvöldið. Ég tek að með stórt hlutverk. Svolítið lengra á vinstri vanginum, representa þau kannski frekar. Já, þú ert formaður Ungra sósíalista, forseti, reyndar. Já, forseti. Þú ert forseti, við erum semst með forseti. En sá títill kemur nú aðalega vegna þess að við erum að gera þetta kyn hlutlaust, frekar en formaður að við erum svona að hljóma betur fyrir okkur. Ég skil. En mér langar að fara bara röðina og byrja á þér, Sara. Síðan Guðni kastar þessari bombu, Guðni TH, á nýársdegi, og segir okkur að hann sé að hætta. Svona töluvert óvænt. Og frá því að fyrstu frambjóðendur segja sinni þjóð að þeir hafi hug á því að sækjast eftir þessu embætti, bara svona frá því augnabliki og fram til dags í dag. Hvað hefurðu þennan tíma að segja? Hvernig hefur þessi svona kosningabarátta þróast og hvaða augum lítur þetta núna? Sko já, hann náttúrulega kom held ég mjög mörgum á óvart að hann skildi ekki taka 1 kjörtímabil í viðbót, hann Guðni. Og það náttúrulega byrjaði fullt af fólki að máta sig við embættið eða aðrir að máta aðra við embættið. Það bara forvitnilegt að fylgjast með þessum framgangi, en svo náttúrulega ekki nema fyrir bara nokkrum vikum síðan sem að það kemst einhvern veginn mynd á það hvernig forseta kosningar þetta verða og hvaða fólk þarna. Og mér finnst vera komin rosalega skemmtileg stemning í þetta. Mér finnst þetta algjör lýðræðisveisla. Mér finnst þetta svo gaman og gaman að það sé ekki fálæti gagnvart þessu mikilvæga lýðræði í þessu landi. Elskarðu spennuna? Ég elska spennuna og ég elska átökin og ég ætla að fá að vera aðeins ósammála honum Guðna TH Jóhannessyni með það að hann sagði að þetta væri búið að vera harkaleg kosningabarátta. Mér finnst hún búin að vera eðlileg. Mér finnst að það á að vera harka. Það á að takast á. Þetta eru stóri hlutir undir. Þetta þjóðin og það ekkert allir að vera eitthvað prúðir og góðir. Nei, tímarnir eru svolítið þannig. Tímarnir eru svolítið þannig og þessi umdeldi frambjóðandi Katrín Jakobsdóttir kallar á spennu og hörku. Að sjálfsögðu. Einhverju leyti. Já, og það bara gott og vel. Auðvitað ég ekki að tala ómálefnaleg heit að fólk sé að fara í mannin, auðvitað það ekki gott, en við verðum að takast á þessa hluti sem þjóð. Já. Og því ég bara fagna því. Já. Þetta er ótrúlega gaman. Þetta gaman. Það ekkert oft sem maður upplifir þessa tilfinningu að svona mikla spennu og svona mikla óvissu. Margrét, hvað þitt take á það? Mér finnst þetta alveg fáránlega skemmtilegt, bara alveg frá áramótum og það kom svolítið óvart að Guðni myndi ekki taka 1 í viðbót af því að það er ekki svona hafi verið umdeildur. Nei. Hann bara búin að vera mjög farsæll og mikil ánægja með hann og svo einhvern veginn kom þarna alveg ótrúlega skrítið tímabil þar sem að enginn bauð sig fram nema Arnar Þór og svo allt í einu var hálf þjóðin búin að skrá sig og margir að ég virtist bara óvart að því þeir kunni ekki að Ísland.is var bara ekki nógu víðfært notendavænt þannig að fólk skráði svo óvart í en svo ef þetta komst einhver mynd á þetta og svo var líka alveg gríðilega spennandi þarna
þegar 12 höfðu skilað og svo allt í einu voru þau 14 og þetta var, mér fannst þetta allt bara alveg stórskemmtilegt og rosa flott líka bara hjá honum Viktor, að ná að safna þarna undirskriftunum sem að vantaði og eitthvað svona. Já, og hvernig gerir hann það? Sko, hann keyrir hringinn í hringur landið. Já, þegar, hann safnaði greinilega handvirt aðalega, en svo þegar það vantaði á, að þá fekk hann fólk með sér, sko, sem hefði örugglega aldrei skrifað upp á hjá honum. Ég hafði alveg gríðarlega gaman að henni Sigríði Hrund, já. Og ég skil nú bara ekki í fjölmiðlum þessa lands að hafa ekki reddað þessum undirskriftum fyrir hana því hún eyddi svo rosalega í auglýsingar að það hefði verið bara no-brainer að reyna að safna þessu fyrir hana til að hún geti haldið áfram að styrkja fjölmiðlan í landinu og líka hún bara fann upp svo mörg orð þetta var rosalega einlæg og ég hafði aldrei séð konu áður mér fannst þetta alveg stórkostlegt en ég hef haft alveg ótrúlega gaman að þessu og reynt að horfa á og lesa bara sem best og alveg bara þetta búið að vera príma þetta ár Hjálmar Já, ég tek svo sem undir þetta búið að vera skemmtilegu tími svona fyrir okkur sem að kannski ætlum okkur ekki að fylgja svona mikið fréttunum en tókumst alltaf inn þeir aftur það er þetta á eldgos og það er búið að vera hvortvekki á þessu ári sko varðandi kosningarnar já þetta kom klálega óvart með Guðna mér finnst það er fullt af ofsalega jákvæðum hlutum finnst mér við fáum marga mjög frambærilega frambjóðendur suma nokkuð þekkta aðra ekki fullt af fólki sem maður getur mátaði þetta hlutverk og jafnvel enn fleiri sem maður getur séð fyrir þessu hlutverki undir aðeins öðrum kringumstæðum heldur en að eru uppi akkurat núna. Og allir regnbogans litir? Allir regnbogans litir og toga líka út sko svona einhverjar jaðarskoðanir við fáum pínlítið að sjá hvað þær eiga hvað þær eiga í rauninni kannski lítinn sem betur fer hljómgrunn svona prósentulega með við mörg önnur lönd en að vera með í rauninni svona topp baráttu það sem að allt saman er ákaflega frambærilegt fólk er náttúrulega bara að gæfa fyrir okkur það er tvennt sem að svona þessar kosningar þessi kosningabarátta aðdragandi kosningarna hefur leitt í ljós annars vegar er náttúrulega bara hvað við vitum lítið hvað forseti Íslands á að gera sko ég held að við séum mörg sem erum velta fyrir okkur hvað við höfum að kjósa við erum líka svolítið að velta fyrir okkur hvað er þetta embætti því að starfslýsingin í stjórnarskránni er ákaflega lítil og einföld og ef að það væri allt sem að forseti gerði þá væri bara einhver hverfulangt úr lagadeildinni sennilega besti sem við geymdum bara einhverstaðar í hillu sko og tækjum fram þegar að umdeild lög eru samþykkt á Alþingi. En það segir sagan okkur að rými hvers og eins forsetaefnis eða forseta hefur verið svo mikið að við höfum verið með gjörólíkt fólk og gjörólíkar áherslur. Akkurat. Og það er náttúrulega sko það gerir náttúrulega það að velja sko, það gerir til dæmis skoðanakannanir svolítið áhugaverð vegna þess að fólk er ekki einu sinni að velja í sama jobbið sko. Þannig að það er líka eiginlega að velja sér jobbið sem það er að velja í. Þannig að það er áhugavert. Og hitt er náttúrulega sem er einstakt við forsetaembættið á Íslandi er að þetta er eina embætti sem við fáum að velja þar sem við veljum persónu, við veljum einstakling. Og einhverju leyti einn maður, akkurat og einhverju leyti er þetta líka það hlutverk þar sem að persónan sem velst í það skiptir mestu máli það er að segja, ef þú burt séð frá stjórnarskrárbundna hlutverkinu þar er kannski hægt að velja tæknilega væri þetta bara búa til einhverja kríteríum hver myndi uppfylla þau skilyrði en það sem við höfum séð forseta gera í sínu daglega starfi er að vera einhvers konar persóna sem að sko nær til fólks, mætir á alls konar viðburði, kemur vel fram bæði fyrir hönd lands og þjóða bæði inn og við út af við og í rauninni er það kannski mannkostir sem við erum að velja frekar heldur en akkurat skoðanir eða viðhorf til og ég tala nú ekki sko lagatæknileg viðhorf og það er og jafnvel einmitt að þetta er vera fólk sem getur sett skoðanir sína svolítið til hliðar en það hins vegar hefur umræðan verið mjög mikið skoðanir og kannski, og það er náttúrulega eitt af því sem að kemur svona það sem þetta tvennt kemur saman að kannski erum við einmitt bæði að ákveða
hvernig við viljum að þetta embætti sé, viljum við að það taki meira rými heldur en það hefur gert hingað til, sem það getur alveg gert. Sá að það svo sem sest í þennan stól getur skapað bæði rými og áhrif stoltið mikið og ákveðið hvernig þetta embætti og þá hvaða persónu við viljum setja í það. Þannig að við munum örugglega að sjá 7. Mismunandi forseta lýðveldisins eða ólíka. Karl, þú hefur kosið hvað 2 áður eitthvað svoleiðis? Já, ég man nú bara eftir að hafa kosið Andra Snæsand, ég man ekki hvernig ég kaus í hitt skipti, þannig ég er ekki alveg með það. En já, fyrir mér þessar forsetakosningar, ég veit ekki hvort sé að segja skemmtilegt að maður á að vera heiðarlegur, maður að fylgjast meira með því sem búið að gerast á Gaza og frambjóðendur hafa ekki verið mjög góðir með að tala hreint út hvað það varðar, en að bæta sig núna, maður sér það er vaxandi eins og sem eins gott, en það er heldur ekki endilega alveg út og þau mest að setja heldur samfélagi allt í heild sinni bara hefur verið frekar ómeðvitað þetta ástand og okkur eru flutnar fréttir sem kom út frá ákveðnum sjónarhól og eru út frá ákveðnum hagsmunum, þú veist, Rússar eru óvinir okkar, Ísrael bandamaður okkar, þannig að á sama tíma þetta getur verið skemmtilegt og það eru góðar persónur þarna, ég fíla bara eiginlega flesta sem eru í framboði, að þá finnst manni þetta svona frekar ljótt og leiðilegt og alvarlegt og þetta búið að hafa mikil áhrif á það hvernig ég ætla að kjósa og ég tek undir það sem þú varst að nefna að við erum bæði að kjósa einhverja persónu og við erum líka svolítið að kjósa hvers konar embætti við sjáum fyrir okkur að þetta sé og ég er svolítið á því. Ertu þá að yfirfæra pólitíska ábyrgð alþingismanna Íslendinga, ertu að yfirfæra þá pólitísku ábyrgð yfir á forsetaefnin og yfir á forsetann? Já, út af því að forsetinn eins og einhvers konar svona liðskaftið sem við kjósum okkur og við kjósum persónu og fyrir mér allavega ættu að vera að kjósa svona siðferðislegan kompás sem að getur komið og staðið gegn þinginu þegar þingið ekki að stjórna í almanna hag og ég myndi vilja sjá forseta tala hreint út og mjög beint þegar við erum að horfa á þjóðarmorð í gangi með fullum stuðningi Vesturlanda og með vestrænum vopnum og það ef fólk á að vilja taka mark á sér þá finnst mér að það ætti að tala það, sérstaklega í ljósi þess hvernig umræðan hefur verið í kringum Úkraínustríðið og svo framvegis að manni finnst það bara mjög varhugavert og ekki góður vegvísir inn í framtíðina og sérstaklega með þær breytingar sem eru framundan þannig að maður vil ekki já, þetta mjög alvarlega, það eru alvarlega tímar og þetta mikið undir í þessum kosningum held ég kannski, en við munum ekki vita hversu mikið undir fyrir en eftir á. Í ljósi þess að tímarnir eru alvarlegir og þetta var enda punktur sem kom fram hjá frambjóðendum í allavega öðrum kappræðunum í dag, að það var fleiri en einn og fleiri en 2 frambjóðendur sem sögðu að við værum að upplifa sérstaklega háskalega tíma núna og viðsjárverða og óvissa framtíð. Í ljósi þess finnst þér þá að Íslendingar verði að einhverju leyti að taka mið af því þegar þeir ganga að kjörborðinu á laugardag? Algjörlega, bara alla leið. Við þurfum að huga að auðlindunum okkar alveg gríðarlega mikið og vel og hafa þær í sameiginlegri eign og nýta þær sameiginlega, ekki leyfa einhverjum örfáum aðilum að draga úr þeim öll verðmæti og eyðileggja þau á sama tíma og hvað var að heimsmálin þá verðum við að fara að tala fyrir alþjóðlegum mannréttindum á alla vegu og gagnrýna þá sem eiga gagnrýni skilið og ekki sigla með einhverjum heimsveldum sem að hafa ekkert annað í huga en að viðhalda völdum og kúgun og arðráni á bara heimsbyggðinni allri. Heldur að ungt fólk, almennt fólk á þínum aldri hafi mikinn áhuga á þessum forsetakosningum? Ég er bara satt best að segja, veit ekki, eins og ég segi, ég get ekki verið fulltrúi alls ungs fólks, ég er vel til vinstri, þannig að ég kannski tala meira fyrir þau. Já. En meiri tilfinningar í þínu brjósti ef við skiljum þið rétt núna gagnvart þessu forsetakjöri heldur en þú hefur verið að kjósa á þér? Ég kaus Andra Snæ síðast og hann mitt var að tala mikið umhverfismálin og það er bara enn meiri alvara núna en þá. Heyrðu, þá langar maður að ræða við ykkur svona taktík frambjóðanda þetta hefur áhugaverða sveiflur, dálítið rússíbanar í þessu ferðalagi. Hvað var það fylgið? Við héldum að einhverjum tímapunkti Halla Hrund væri að stinga af
Svo heldum við kannski að Katrín Jakobsdóttir væri aftur að negla þetta og kannski má segja það í upphafi þá undruðust margir hvað Katrín byrjaði með lítið fylgi sem var örugglega henni og hennar stuðningsmönnum ákveðið áfall. En eitt til dæmis var gegnumgangandi að það mátti ekki ræða aðra frambjóðendur, sögðu þeir svolítið, flestir þessara frambjóðenda og þeir hafa til þess að það er ekki skítkast og eitthvað svoleiðis, en svo sér maður núna síðustu dagana að á kappræðum síðustu daga að þau eru aðeins byrjuð að skilmast innbyrðis þegar þau hittast og ekki síst þau eru farin að ávarpa hluti sem að kannski koma einhverjum tilteknum frambjóðandi ekki vel að sé dregin fram í dagsljósið. En okkur aðeins að fá svona þetta frá ykkur, skoðun ykkar á þessu. Hvaða taktík á alltaf sá sem að er að sækja á? Er það öðruvísi taktík heldur en sá sem helst hæstur? Sko, eitt nú það sem að ég þekki sjálf úr mínu stjórnmálastarfi að íslenskir kjósendur eru ólíkinda tól og það er gott og slæmt. Ég held að það sé gott fyrir lýðræðið en slæmt fyrir frambjóðendur. Ok, ef við förum aftur aðeins tilbaka til til 2016 þegar Guðni bauð sig fram, þá var held ég nokkuð augljós sú taktík hans að þegar hann mældist efstur, að þá eiginlega bara dró hann sig í hlé og bara beið þetta út og gerði ekkert sem hefði mögulega geta raskað rónni eða rugga bátnum og sildi þannig inn í forsetaembættið. En var tæpur á því með að við og þá kem ég inn og það sem einmitt Andri Snær var að segja er að þetta er of stutt. Þetta er of stutt kosningabarátta. Við sjáum líka þetta instabilitet í skoðanakönnunum. Við þyrftum mánuð 2 í viðbót til þess að þjóðin virkilega fái að kynnast þessum frambjóðendum, fái að átta sig á fyrir hvað þeir standa og svo líka, það þarf að hafa í huga eins og við erum með fyrrverandi forsætisráðherra með 17 ára reynslu úr pólitík og að sitja og tala í beinni útsendingu undir gríðarlegu álagi og svo erum við með fólk sem hefur kannski svo mikið sem aldrei mætti í sjónvarpsviðtöl. Já, og dæmið það harðlega samt. Já, þau bera það saman við þann sem er þjálfanir. Og svo 2 þrautþjálfaða leikara. Þannig að þetta er ekki alveg jöfn samkeppni og það núna veltur svolítið á því að þjóðin sjá í gegnum þetta og reyna að átta sig hvað er frambjóðendinn raunverulega að tala, hverju er hann að tala fyrir. Eitt sem ég ætla að segja, aðeins út fyrir ekki að taktíkina. Nei, gjör svo vel. Orðið er frjálst. Að eins og Hjálmar segir að það þarf forseta sem ber sig vel og talar fyrir Íslandi og er svona prúður og fínn út á við. Ég held að geti næstu því tekið hvern sem er að þessum frambjóðendum og það myndi ekkit vera neitt katastrófist að erlendri grundu, það myndi ekkit, allir þessir gæti það. En það sem að við erum ekki að velja núna er eins og þú komst inn á alþingismenn eða alþingismann. Við erum að velja forseta og forseti er öryggisventil og eins og bara í lífinu þar sem eru öryggisventlar við notum það rosalega sjaldan en þeir verða að vera þar og við þurfum að spyrja okkur að því núna hvaða öryggisventil verðum við að hafa núna og ég lít svo á að við verðum að hafa hvað varðar auðlindamálin og orkumálin okkar og ég styð persónulega Höllu Hrund í þau efnum vegna þess að ég treysti henni einni til þess að virkilega fylgjast fyrstulega með hvað er verið að gera bak við tjöldin í auðlindamálunum, sjá í gegnum það og að verði okkar öryggisventil fyrir okkar framtíð og þjóð. Mér finnst mjög áhugavert að fylgjast með kollegum mínum, fjölmiðlafólki á svokallaðum meginstraums fjölmiðlum ráðast bara frekar harkalega að Höllu Hrund fyrir að nefna það kunni nú að vera áhugi fyrir því að selja Landsvirkjun og það er látið eins og að bara einhver ráðherra hafi sagt að það standi ekki til og það bara dugi og mér langar bara að minna á það að það eru 2 ár síðan ég skrifaði sjálfur forsíðu fréttablaðsins þar sem einn þingmaður Sjálfstæðisflokksins lýsti miklu vilja til þess að það eru selt 30-40% Landsvirkjunar en núna er bara látið eins og þetta sé eitthvað ægilegt tabú
og stundum botna ég bara ekkert í þessum spyrlum kollegum mínum að sko þú nefnir þetta með auðlindirnar og maður skildi ætla að þetta væri ábyrga afstæða þar sem hún að taka almannahagsmuni fram yfir sérhagsmuni en það ekki alltaf eins og það selji. Nei, og ég held að sé ákveðin nævitet að trúa því að það verði bara alltaf lognmolla í kringum Landsvirkjun og að það sé í þjóðareign. Við erum á krossgötum, við erum á tímamótum í orkumálum, það eru orkuskiptin, það er stríð í Evrópu, það er orkukreppa og þessar auðlindir sem við eigum, auðvitað fara að horfa til Íslands í ríkara mæli og það kemur bara ákveðin freistni vandi upp hjá stjórnmála og þessi þrýstingur það þekkja allir þennan þrýsting á embættismenn, forstöðumenn stofnana og orkumálastjóri hlýtur að þekkja þann þrýsting betur en okkur en við erum bara láta eins og við vitum ekki á hann en Margrét, með hvað, taktíkina ég tek alveg eftir því að þau eru svona aðeins farin að þau líka svona svolítið kannski klók að fara að tala um hluti sem kom sér illa kannski fyrir aðalega Katrínu held ég hún náttúrulega með stærsta bakpokan hvernig sem það lítur á það ég meina hún búin að vera í sviðsljósinu og vera áhrifamanneskja í mjög mörgum umdeildum málum sérstaklega náttúrulega bara núna síðustu 7 árin í ríkisstjórn sem hún hefur leitt og hennar þyngsti bakpoki verður eftir hún tekur þessa ákvörðun að fara í fórstu það náttúrulega verður mjög og líka í rauninni að því að maður var náttúrulega löngu búin að átta sig á því að hún ætlaði að verða forsti og svo bara þetta ómögulegar tímasetningar fyrir hana og ég var einhvern veginn alveg viss hún myndi gera þetta en ég held einhvern veginn hún myndi láta þetta allt springa eða eitthvað, þú veist en hún rann held ég bara út á tíma með það það hefði verið skynsamlegt að sprengja þessa ríkisstjórn í febrúar og vera svo laus allra mála og það væri einhver og það væri ekki henni að kenna og ég held alltaf að það væri einhvern veginn og þú veist að komu nokkur svona fléttur þetta er kannski núna en það gerist ekki og ég bara held að hún hafi mistað mjög góð tækifæri og við líka við getum ekki nýjar ríkisstjórn þannig að það er líka bara, henda bara vel henda mér vel ef að hún látið þetta allt springa en hún gerði það ekki og það er náttúrulega, það má margt segja Katrínu og ég ætla ekki að kjósa hana og ég vil ekki að hún verði næsti forseti ekki, þú veist, ég hefði kannski kosið hana eftir 4 ár þegar hún, þú veist, bara við aðrar aðstæður og mér finnst þetta bara algjörlega fáránleg hugmynd að gera það núna en hún er samviskusum kona og ég held að það sé þess vegna sem að þessi ríkisstjórn sprakk ekki hún er það Hjálmar, er strategía þess sem að þarf að vinna fylgi allt önnur en þess sem leiðir í baráttu? Eitt er nú eitt er það leiðir enginn, þú veist eitt er kannski hvað væri rétt að gera og hitt er, þú veist, hvað þessir frambjóðendur eru að gera náttúrulega þegar Guðni tilkynnir hann ætla ekki að fara fram þá kom það ég held að við komið öllum á óvart og ekkert þessara frambjóðenda var held í neinum formlegum undirbúningi fyrir það að bjóða sig fram til forseta einhver þeirra hefur örugglega dreymt það á einhverjum tímapunkti og þú veist stórhluti þjóðarinnar hefur einhvern tímann hugsað gæti ég verið forseti þannig að þau hefur örugglega gert það líka en þetta er þannig að þetta er stuttur tími til undirbúnings óþægilegu tími eins og þið eru það að nefna fyrir Katrínu að þið verið miklu betra fyrir hana að einhvern veginn stíga aðeins út úr stjórnmálunum og koma síðan inn í forsetakosningar eftir 4 ár þá hugsa ég hún hefði byrjað með og haldið því fylgi sem við vorum að tala um að kannski hennar fólk hafi haldið og hún byrjaði í 50% og myndi síðan svona einhvern veginn rúlla þessu frekar auðveldlega upp en hún er ekki að gera það núna það hefur örugglega komið henni óvart og ég er alveg vissum að hún hefur þurft að hugsa svolítið taktíkina í því hinir frambjóðunir er mjög misvön úr alls konar aðstæðum og ég bara ég skal bara segja það Hallar Hund er ágætis vinkona mín og ég hef stutt hana frá því að það var hugmynd að hún kemur fram mér hafði aldrei dottið í hug að hún byði sig fram sem forseti en leið og ég heyrði hugmyndina þá bara, fullkomin í starfið og En þér eru ekki fundist að hana skorti líka aðeins fleiri ár og aðeins meiri þroska?
eins og sumir hafa sagt. Sko, jú og nei, en þú veist hérna, það sem ég áveg með Katrínu er að hana vantaði bara bilið, hana vantaði bara pásuna. Það er ekki eins og hana vanti sko aldur. Og bara Hallar Hund er náttúrulega, hún er örlítið yngri heldur en Guðni var þegar hann bauði sig fram. Það voru hérna Þóra, það talaði enginn að hún hefði verið of ung á sínum tíma. Hún var á svipuðum aldri. Og það er Andri Snær, þú veist, það er fullt af forsetaframbjóðendum og þetta er svona einhvern veginn, Halla er kannski ungleg, kannski er það eitthvað að hafa áhrif á þetta líka, en hún er mjög reynd og með bara allskyns reynslu héðan og þaðan. Og svona varðandi taktíkina þá held ég sko, ég veit að við mörg sem að stöndum því framboði nærri erum að gera þetta í fyrsta skipti. Ég hef aldrei verið sko, þú veist, ég er ekkert í innsta hring þarna, en ég hef aldrei verið nálægt neinni kosningabaráttu á ævinni og það gildur mjög mörg sem eru að koma að því vegna þess að hún hefur bara hrifið fólk með sér. Eru þið ekki með þraut þjálfaðar vítisvélar og eru voðal mikið bara að læra bara jafnóðum og við erum að gera. Og það hefur jafnvel sést sko hjá Höllu Hrund sjálfri að hún hefur vaxið mjög mikið í þeim hlutum sem kannski var einmitt verið að benda á í upphafi. Kappræður er ekki hennar, hún hefur sjaldan verið í slíkum aðstæðum áður og sást alveg í fyrstu kappræðanum. En ef við horfum til dæmis bara á frammistöðunir í þessari viku, hún er miklu öruggari og þú veist, hún þarf ekki margar vikur í viðbót til þess að vera sko, til þess að skáka þeim öllum í þeim kringumstæðum líka. Það var eins og smá menningar munur eða mögulega misskilningur að sko þegar hún þakkaði alltaf fyrir spurningarnar, mjög amerískt, hún har verið mikið þar sko, en hér bara hvað er að þér? Þú bara komið til efninu, hægt að þakka fyrir þessar spurningar. Brálbóður hittir inn hérna. Kannski aðeins til að bæta við þarna sko með taktíkina, Jón Gnarr og Steinunn Ólína hafa verið í því hlutverki að tala beint gegn öðrum frambjóðendum. Þau eru þau einu sem hafa allavega framan af þorað að segja bara Katrín þetta og Katrín hitt og beinlínis farið í það. Stundum aðeins óbeinna, eins og ég held að þegar Jón Gnarr fór að setja gasa á kortið, þá var það held ég svolítið, því var svolítið beint gagnvart Katrínu því að hún þyrfti þá að svara fyrir hluti sem hún var ekki búin að tala nú skýrt um. En síðan er það sko, það eru mjög fáir ennþá sem að nefna aðra forsetaframbjóðendur beinlínis á nafn þegar þau kalla eftir einhverjum skoðunum. En þau einmitt eins og þau eru að tala um, þau lauma inn eða passa að koma að í umræðinni hlutum sem að kannski fólk á erfiðara með að standa undir. Sko. Já, til dæmis ef einn forsetaframbjóðandi nefnir vaxandi misskiptingu, fátækt, skautun og gasa, þá fara augu allra á Katrínu. Því hún er svo eina sem er við borðið. Sem hefur einhverja pólitíska ábyrgð. Og hefur eitthvað, sko, þarf á einhvern hátt að svara fyrir þetta. Hinn er öll bara valdalaust fólk. Sko, það er ekkert grín einmitt að ríkisstjórnin er mögulega búin að gera sig samseka þjóðarmorð nú þegar, þú veist, og það verður ekki tekið tilbaka, það verður bara að skoða það eftir á, þú veist, og það er þjóðarmorð í gangi núna, ennþá, og það er ekki búið að formlega fordæma aðgerðir Ísraels beint. Það er ekki búið að beina athyglinni beint að Ísrael og þeim sem er að fremja verknaðinn, né búið að styðja við ákæru Suður-Afríku, né búið að beita efnahagsþvingunum á Ísrael og við erum búin að skrifa undir The Genocide Convention sem þjóð og í þeim samning segir að þjóðir sem er að sjá þjóðarmorð í uppsiglingu verða að bregðast við, annars eru þau samsek. Og það er bara, getur verið orðið of seint og við munum bara sjá hvað gerist. Framtíðin mun dæma betur úr þessu, við sjáum þetta ekki alveg nógu skýrt. Nei, þú varst einmitt að mótmæla, var það ekki í utanríkisráðuneytinu í dag? Jú, þannig var félagi Ísland-Palestína fór og vildi flytja smá yfirlýsingu til utanríkisráðherrans. Við vorum með 4 einfaldar kröfur að það verði settar viðskiptaþvinganir á Ísraels ríkja Ísland slíti stjórnmálasambandi við Ísraels ríkja Ísland styðji málsókn Suður-Afríku á hendur Ísraels ríki við Alþjóðadómstólinn. Að utanríkisráðherra hafi frumkvæði að samtali við Norðurlöndin, Írland og Spán að samhæfa aðgerðir. Og þetta er mjög mikilvægt, sérstaklega í ljósi þess að fólk talar alltaf það eins og við séum að stöndum fyrir mannréttindum, alþjóðalögum og svoleiðis. Og það er mjög mikilvægt fyrir okkur, fyrir smáþjóð, eins og Baldur hefur verið að nefna, að alþjóðalög séu virt og við erum ekki að virða þau. Við erum í sjúkri meðvirkni. Og forseti Íslands getur verið öflugur í því að tala fyrir friði. Margs konar tækifæri sem fylgja því að vera smáþjóð og hæfilega kærulaus og ekki til ofmarks ætlast. Við ættum bara að geta talað beint fyrir
fyrir siðferði fyrir alþjóðalögum Ég meina við höfum verið gert óhrædd við það. náttúrulega, við Eystrasaltslöndin og við kentum við sjálfstæði Palestínu 2011, þannig að þú veist við eigum, þetta á að vera okkar hlutverk. Og það má segja að Ástþór með þetta á hreinu. Já, ég veit ekki alveg sko með aðferðafræðina. Nei, en svona það alveg eitthvað til í tilgangurinn góður. Já, og kannski vanmetum við svolítið líka sem þjóð hvað forsetaembættið getur gert á erlendri grundu vegna þess að þó að forseti Íslands sé ekkert sérstaklega valdamikill eins og við þekkjum það með önnur lönd. Þá þegar þú ert komin við borðið erlendis, þá er það bara president. Þú veist, aðra þjóðir veit ekki. Þetta er bæði rétt og rangt, því að þetta, sko, við höfum, þú veist, hort á til dæmis Ólafur Ragnar Grímsson sem gríðarlegt tengslanett, alveg gríðarlegt. Og ég held að fólk átti sig jafnvel ekki á því bara hvernig það liggur allt saman. Það gerðist ekkert á einum degi. Þannig að mörguleyti þá skipti það auðvitað máli bara líka að vera í þessari stöðu að komast að einhverju svona borði en það hlustar ekkert endilega, þú veist, þú þarft líka persónuleg tengsl og þú veist það er ekkert endilega eitthvað sem gerist bara við kosningu og einu degi. Hjálpaði við þau tengsl? Hún kom með bara annað. Nei, hún kom bara með annað tengslanett. Hann var þegar hann var ennþá þingmaður og varaþingmaður, kannski öflugustu þegar hann var varaþingmaður, að þá var hann að vinna í alþjóðaþingmannasambandi og var mjög virkur í því starfi og skapaði sér bara alls konar tengsl sem hann var duglegur að rækta. Það hefur mjög mikil áhrif þegar við sem svona Evrópu þjóð og háþróað ríki tökum skýra afstöðu eins og við kenna sjálfstæði Palestínu. Oft að tala alþjóðlega samfélagið, þú veist, þá verið að tala G7 ríkin sem þú veist, 85% mannkynsins ekki í þessum G7 ríkjum eða í vestrinu og oft á tíðum þannig með atkvæðagreiðslur á Sameinuðu þjóðunum að það er bara Vesturlönd á móti öllum heiminum. Mjög mörg mál sem sko, við flest ef þú heyrir málin þá myndir klárlega vilja samþykkja þau og þegar við kennum sjálfstæði Palestínu þá hefur það mikil áhrif og eins með mörg önnur mál þá ættum við klárlega að standa fyrir því að því það dauðans alvara að alþjóðlegum sé fyllt, að þau séu virt, að þau séu afleiðingar fyrir stríðsglæpamenn og svo framvegis. Já. Mér langar aðeins að víkja talinu núna að skoðanakönnunum og að hve miklu leyti það er að marka þessar mælingar, hvort það er bara markaðar klukkustundina sem að þær eru teknar, hvort það er bara nýr veruleiki á morgun, eða hvort sko maður hefur svolítið heyrt að þessi verið að draga dálítið djúpt á svörunum að þegar svo margir séu óvissir. Veist þú ekki eitthvað skoðanakannanir? Eitthvað, ég veit kannski meira gögn en akkurat skoðanakannanir en þetta er mjög áhugaverð. Skoðanakannanir hafa verið að versna undanfarið vegna þess að þegar það var þannig að það var bara hægt að hringja í heimasíma og ná í fólk og það svaraði og þannig var hægt að ná einhver úrtæki þegar það var allir í símaskráni. Þá var hægt að ná miklu betra tölfræðilegu úrtæki. Núna er mjög auðvelt að ná í fólk eftir því hvaða líffræðilegu hópum það tilheyrir sem býr til skekkju sem er síðan verið að reyna að leiðrétta með alls konar hætti og aðferðafræðin þar er mjög misjöfn og misgóð og svona, þú veist, það er nú einhver sem var búinn að raða þessum könnunum svona nokkurn veginn í áreiðanleika röð og þar eru sko Félagsvísindastofnun og Gallup fá bestu einkunnina fyrir sína aðferðafræði. Á móti kemur að þau eru líka, sérstaklega Félagsvísindastofnun er að taka könnunni yfir lengri tíma þannig að hún kannski er ekki eins mikið punktstaða eins og sumar hinakannanir. Sem kann að skýra okkur sú könnun er allt öðruvísi í dag heldur en hérna tvær. Ja, akkurat. Og það sem er hins vegar að marka er að aðferðafræði skoðanakannana breytist ekki hjá einstökum fyrirtækjum á milli vikna eða milli kannana. Þannig að trendin, við eigum ekki að trúa þeim. Ef að við sjáum að sami frambjóðandinn er á einhverju leið í öllum könnunum, þá er það örugglega leiðin sem hann er á. Hvort sem hann er að mælast 5% hærri eða lægri hjá einhverju tilteknu fyrirtæki. Já. Og ef við yfirferðum þetta yfir á veruleika frambjóðanda, pattstaða hjá Katrínu, höglurnar báðar í sókn en Halla Tómasson er alltaf búin að vera í meiri sókn. Það kom úr sitt hverju áttinni. Halla Hrund toppaði mér snemma og er svona, þú veist að
fyrir niður og svo virðist hún verið jafnvel á upplið aftur. Halla Tómas það er eitthvað að hægja á hérna vextinum en hún kom hratt upp hérna svona síðustu vikunar, miklu seinna, leiðu hún fór að komast í kappræðurnar. Það er hennar lang stærsti styrkleiki sem frambjóðandi, þar sem hún hefur sko höfuð og herðar yfir alla aðra nema mögulega Katrínu í því formati sem að hafa rosalega mikil áhrif á okkur líka sko, jafnvel meira heldur en eðlilegt það er að kappræður líkjast ekkit að mjög miklu leyti líkjast að mjög litlu leyti daglegum störfum forseta hins vegar sjáum við þá alla frambjóðurnar hlið við hlið og við getum borið það saman og það er þess vegna sem að ég held að bæði við sækjum svolítið eftir þessu formati okkur finnst gaman að horfa, þetta er svona eins og að horfa á Morfís en líka vegna þess að sko, þá getum við þessi kemur svona fram og þessi hérna ég sé hann bara næstu mínútu og það er svona eitthvað hérna, við getum borið framistöðu þeirra saman í tíma og rúmi sko. Já, en þeir sem þurfa á áhyggjur það eru Baldur, það eru Jón Gnarr og svo náttúrulega ansi stór hluti sem að færi eiginlega ekkert fylgi og stundum finnst man ekki alveg svona samsvörun á milli þess hvað sumir frambjóðendur hafa vakið í rauninni mikla athygli það er allir ræðið á götuhorninu en sko það er líka bara þú veist eins og í hérna kosningunum 2016 þar sem að Elísabet Jökulsdóttir sló gegn og ég meina Elísabet sko ég er náttúrulega rithöfundur og búin að vinna í bókaútgáfu í allar minn starfsafi og þú veist hún er þekkt í þeirri kreðsu en þú veist hún var í rauninni ekki með útgefnd hún var skefut sjálf, selja bækurnar sína sjálf fyrir utan melabúðina og eitthvað svona síðan er hún að vinna bókmenntaverðlaunin og hérna leikrit byggt á bókina vann bara Grímuverðlaunin í gær skilurðu og hún sem sagt stærstu forlag landsins keppast hana og hérna þú veist, í raun og veru sko vann hún var ekki nefnum eitthvað 2-3% eða eitthvað en hún vann hug og hjörtu þjóðarinnar og hún gerði bara líf okkar þennan mánuð svo miklu betra og ríkara og fallegra Steinin Ólína er svolítið að gera þetta Steinin er að gera það en mér finnst það líka bara Ásdís Rán ég var bara að játa sko fordóma mína fyrir þeirri konu hérna þú veist sem ég fannst bara einhvern veginn mér finnst hún bara frábær og líka ég sá eitthvað stórkostlegt vídeo hérna á Facebook þar sem að hún og Steinin Ólína og Ásdór voru að borða í staðarskála og þetta var æðislegt og þau voru eitthvað bara saman hérna og Ásdór hann er búin að vera svona eins og eldirhellir á þjóðinni alltaf í frambjóð en núna er hann bara brosandi að því að Ásdís Rán er þarna og hann hefur svo róandi áhrif á hann og hann er bara orðin viðræðagóð maður og þetta er einhvern veginn þú veist frábært þetta er svo frábært og nákvæmlega og það er það sem við finnst eitt skemmtilegast að við þessa kosningabaráttu er það að við sem þjóð við erum að sjá bara hvað fólk sko ólíklegustu einstaklingar hafa mikið upp á að bjóða þegar við fá sviðið, fá smá að skína sko og mér finnst það bara ofsalega skemmtilegt og fallegt. En hérna Hjálmar, ef ég fæ aðeins að svona rukka þig betur þessa óvissu sem þú segir sé vaxandi hvað var þar skoðanakannanir að hve miklu leyti verður að marka síðustu könnun fyrir kosningar sem eru Gallup könnun á morgun? Já, sko það er hérna þetta er mjög flókin spurning eins og ég sagði áðan þá er svona félagsvísindastofnun og Gallup er aðferðafræðilega kannski sterkust þannig að Gallup könnunin er góð könnun fyrir það sem hún er að kanna hins vegar er það eins og með allar mælingar að mælingar hafa áhrif á það sem þær mæla og alveg sérstaklega í þessu tilfelli því að þessi síðasta skoðanakönnun mun mjög líklega að hafa töluverð áhrif á útkomu kosningana og þess vegna verður útkoman önnur heldur en mælingin sýnir þannig að mælingin ég er að vísa til þess að í rauninni skoðanakönnun mun mæla einhverja stöðu og svo staða mun ráða því hvernig töluverður hluti óákveðin og jafnvel svona semi-ákveðina mun kjósa það. Einhverjum mun mögulega færa atkvæði sitt út frá því hvernig þetta kemur og það er þá aðalega náttúrulega taktíska Já, ég er talað taktísku kjósendur. Ég er endur á því að við sem að svona kannski sökkum okkur svolítið í þetta, við kannski ofmetum svolítið hvað þetta er stór hópur. Ég hef sjálfur verið að svona reyna að ímynda mér að mögulega geti þetta taktíska þessi taktísku kjósendur gætu mögulega muna 5% stigum sem er náttúrulega hellingur þú veist, aðrir halda jafnvel meira en hérna og sko ef ég myndi dæma út frá hérna svona hópnum í kringum mig þá væri það töluvert mikið stærri hópur sem að myndi hreyfast með því
En það þýðir í rauninni þetta, ég held að séu 2 hlutir sem að munu hafa mjög mikil áhrif á morgun á í rauninni niðurstöðu kosningana. Það annars vegar Gallup-könnunin sem kemur út og hins vegar eru það síðustu kappræðurnar á RÚV. Síðast, þá náttúrulega höfðu þær, þú veist, munum hvernig Halla Tómasdóttir skaust upp meira að segja sko á loka degi. Ég man ekki, það var einhverju breyta saman, maður ekki 7% sko frá könnuninni sem að byrtist daginn áður og síðan niðurstöðunni kosningunum. Og fyrstu tölur voru henni ennþá megin. Já, akkurat. Það er spennandi. Þannig að það er sko þetta mun, þú veist, þannig að ég ætla bara að fullyrða það hér að könnunin sem birtist á morgun verður töluvert langt frá niðurstöðu kosningana, það þýðir ekki hún sé röng. Nei, en erum við að velta ómikið fyrir okkur þætti skoðanakannana? Það heyri stundum með frakkana sem banna þetta með ákveðnu fyrirvara og fleiri ríki náttúrulega. Erum við ómikið að elta þessar kannanir? Er einn frjálsi vilji okkar og löngun til þess að kjósa bara þá mannesku sem stendur næst hjarta okkar? Höfum við búið okkur til einhver höft? Ég held að þetta sé orðið svolítið skrítið og ef það er rétt það sem ég hef verið að heyra að þú veist, kannar eru að reyna að spyrja fólk bara alveg að draga úr þeim svar sko. Það er ekki hægt að vera hlutlaus eða neitt svoleiðis. Einhvern veginn þarf að reglu það þetta ég er ekki gæðin til þess að koma með svar. Ég lendi í könnun hjá 3 fyrirtækjum, Gallup og Maskinu og Prósent og ég upplifið ekki þannig að sé að vera að draga út mér svar. En er ekki vegna þess að þú veist eitthvað hvað þú ert að segja? Já, hins vegar, ég er nú bara að hugsa hérna upp átt, sko, ég hef ekki byrjað á að setja, ég veit það ekki. En hins vegar, þú veist, það er spurt, veistu, eða þú veist, hérna ætlar að kjósa eitthvað, svo hefur verið, þú veist, spurt núna í síðustu konunum, hversu líklegt er að þú myndir kjósa? Þú veist, það er alveg, þú veist, 80%, 90% eða hvernig það er. Það sem er þitt vista val. Og svo hef ég líka verið spurt hvað væri annað val sem er líka mjög góð spurning. Og þriðja spurning sem er líka mjög góð er hver heldur að vinni? Af því að það er ekkert endilega sá sem maður allir kjósa. Nei, alls ekki. Skoðanakannanir eru mjög skoðanamótandi, við veitum það. Og ég meina, bara í auglýsingaiðnaðinum, þá er það, þú veist, 70% fólks segir að þetta sé besta kremið eða eitthvað, skilur. Þetta hefur sálfræðileg áhrif á okkur í undirmeðvinduna, hvort sem okkur líka betur að ver. Og þetta, þannig að þess vegna er það, þú veist, það þarf að passa þetta rosalega vel og mér finnst ekki þetta því að banna skoðanakannanir innan einhvers ákveðs tímaramma fyrir kjördag. Svo maður séð svona fréttir flutnar af skoðanakönnunum sem að mann skilst að eru kannski rangar túlkanir eða oftúlkað eða verið að segja hluti út frá einhverju sem er ekki endilega nógu marktækt og áræðanlegt til þess að sko vísindin myndi taka markaði. Já, svo var það fyrir sjöminni hann og alls mismunandi eftir sjöminni. Ég held að sé nú sko, hérna, ef ég má vera ósamalegur hérna einu sinni, þá er ég aðeins og öndurum með þarna. Ég held að það sé mjög erfitt og í rauninni bara einhverju leyti rangt að banna fólki að safna þessum upplýsingum og setja það fram. Það er ekki alveg eðlilegt svona finnst mér í lýðræðislegu samfélagi að banna fólki að safna tilteknum upplýsingum á tilteknum tíma eða að setja það fram. Ég myndi hafa meira áhyggjur einmitt af túlkuninni og það er ekki bara túlkun á skoðanakönnum, heldur líka bara framsetning á fréttum yfir höfuð og þú þarft enga skoðanakönnum til að vera villandi í því. Það er eiginlega erfiðar að vera villandi í kringum með tölur heldur en það er að vera ekki með það. Það er svolítið mikið polarisering í fréttarömmun núna vegna þessara kosninga og maður spyr sig hvort það væri ekki allt önnur stemning ef einn frambjóðandi hefði ekki komið til þetta er náttúrulega fyrir okkur sem hefur áhuga á svona kosningum, þetta er bara draum og stað, það er bara, þú veist, þetta er spennandi það er svo spennandi fótboltaleikur það getur allt gerst og hérna, en þú veist, við gætum bara að fengið forsta sem er kosin kannski með 22% afkvæða. Ég held að þetta væri jafnvel frekar einmitt að sko frekar en að horfa á skoðanakannanir, horfum að þess að hvernig við veljum fórsetan því að sko það sem við tala 2 umferðir það er dýrt og þetta er alltaf í rauninni veiga lítið, ég ætla bara að segja það embætti til þess að þú veit, bara réttlæta það en til dæmis röðun eða aðrar aðferðir það sem er sko tekið tillit til meira heldur en bara eins vals. Já, það veit ekki allir hvað þú ert að tala kannski að vera 5 valkostir og þú myndir haka við þann sem þú vilt helst sjá og svo 2, 3, 4, 5 það eru alls konar svona kosningakerfi sem getur
atkvæðið miklu virkar og núna bara með tölvutækninni það bara mjög lítið mál og Írar eru með það sem kallast single transferable vote og þú ert með eitt atkvæði þú getur setta bara einn og þú getur líka raða frambjóðendum í röð og svo það bara reiknað út og í svoleiðis kerfum þá ertu kannski að fá þann sem að flestir setja í annarsæti. Hins vegar, ef þú ert að fara í 2 umferðir, þá gerist það sem að gerist alltaf við okkur í Eurovision að verra lagið fyrir í alvörunni, það gerist alltaf. Þetta alveg horrið. Þetta í alvörunni, já, en það er rosa, 2-föld umferð getur verið sko heppileg til að stoppa fólk eins og Marine Le Pen eða eitthvað skilur en þú veist eins og bara Eurovision síðast þar sem að við vorum með Palestínumann það var bara greinlegt, það var fullt af fólki sem vildi ekki senda hann og stoppaði það skilurðu að því að, Ég með 2 spurningar áður en við slútum þessu. Ég veit að það er orðið svolítið áliðið og kæra þakkir fyrir að koma hérna í beina útsendingu til okkar. Ef þið eruð að hlusta á útvarpið þá eru við sem sagt hér með 4 frambjóðendur og nei Næs Það er ennþá meira spennandi Ég er sjálfur hún svo þreyttur og sé ekkert af því ég er ekki með gleraugun og tölva mín hún er ekki alveg að svara mér en sem sagt hér eru kynnið ykkur bara Ég heiti Sara Óskarsson, ég er listamaður, varaþingmaður og 5 barna móðir Ertu 5 barna móðir? 5 barna móðir Ég heiti Margrét Tryggvadóttir í Rithöfundur Hjálmar Gíslason, verði ég hugbúnaðargeiranum í nýsköpunargeiranum svona frá því ég man eftir mér Karl Iðan Kristjánsson, ég forseti ungra sósíalista stuðningsfulltrúi á Samhjálp og fjölmiðlamaður hér á Samstöðinni. Já, og ég heiti Björn Þorláksson og við erum að reyna að rappa upp, þetta er nú kannski síðasta kvöldið fyrir forsetakosningar þar sem að fólk talar svona frjálst það sem er að gerast á laugardaginn. Við erum vönuð í að laugardagurinn sé svona helgur dagur, friðhelgur dagur, við erum ekki að reka áróður fyrir einu þar og morgun þá náttúrulega á Ríkisútvarpið svolítið sviðið, annað kvöld. En áður en við hættum, það eru 2 spurningar sem ég langar til þess að fá svör við. Í fyrsta lagi þá verður ekki undan því vikist að ræða aðeins eins og pistil Auðar Jónsdóttur menningar elitismann. Við erum hér með 2 listamenn og hérna sko, maður heyrir af vinslítum fólks á millum út af hitanum sem er sem hefur kviknað í tengslum við það hvernig í fyrsta lagi náttúrulega vegna frambjóðandana og sögu frambjóðandana en ekki síst bara vegna viðbragða Íslendinga að ef þú sem sagt ef þú útsetur í þannig að þú ákveður að skrifa eina grein til stuðnings einhverjum einum þá sýnist mann á Facebook að þú setir sjálfa því ákveðna hættu sérstaklega ef þú fjallar sumt fólk frekar en annað og þessi elítíska umræða án rétt á sér Sko, Helgi Hrafn Gunnarsson, hann setti svolítið góðan status á Facebook í dag þar sem hann fjallaði einmitt notkun orðsins elítu og hann segir að þetta sé náttúrulega illa skilgreint orð, óskilgreint orð sem fólk notar sem fúkyrði annað fólk sem það líkar ekki við, annað fólk sem yfirleitt hefur meiri völd eða peninga eða bæði en það sjálft, skilur við. Þannig að þessi tókstreita þarna, ég verð að segja bara eiginlega úff, smá. Ég hef ekki blandað mig í þetta og ætla ekki að gera það beint. Þú veist, minnir mig stundum pínlítið á byltingin étur börnin sín þegar það fer að stað innan ákveðins hóps allir svo ósammála þú veist og kemur svona einhver núningur innra með þegar undir niður eru flestir kannski bara með svipaðar lífsskoðanir. En það voru ansi margar meiklaðar málsgreinar í þessum pistli. Já, þessi pistillan Auðar var dundur. Það verður ekkert frá henni tekið, sko. En allt hitt og viðbröðin og allt það, ég ætla að svara bara sem minnst út í það, ef ég má. Kannski leyfa Margrét að gera það. Ég var svo heppin að vera í útlöndum bara í síðustu viku og horfði bara át í og fjalla. Mér fannst þetta mjög góð grein og var sammála inntaki hennar og að langflestu leyti. Mér finnst óþægilegt
þegar að við sem höfum menningarlegt auðmagn, ef ekki að segja, nota það bara, eða félagslegt auðmagn eða ákveðin svona tök eða valdastöðu, notum hana til að styðja áframhaldandi völd. Mér finnst bara allt annað að styðja opinberlega eitthvað nýjan frambjóðanda eða eitthvað sem eða bara þú veist auðvitað flokkin manns ef þú ert annan borði í stjórnmálum skilurðu, en flokkarnir eru náttúrulega valdastofnanir, en þær eru náttúrulega mjög misburðugar. Heldur að Katrín hafi ekki notið þess að margir svona burðarásar í samfélaginu? Við erum náttúrulega eftir að telja bara eftir hvað kemur upp úr kjörkursunum, en ég held að hún hafi gert ráð fyrir að njóta þessi meira mæli en hún gerir, eða virðist gera á þessar stundu. Og ég mér finnst en ég vil líka segja það að ég hef, og sérstaklega kannski á samfélagsmiðlum, séð gagnrýni á hana og aðra frambjóðendur sem er bara alveg gríðarlega ómálefnaleg. Þess að það er bara ekkert vandamál að setja fram mjög vel rökstudda gagnrýni og málefnalega gagnrýni á já, og mér fannst þessi grein Auðar algjörlega vera það. En þú veist, fólk hefur verið að deila einhverjum skopmyndum þar sem að hún er svona leikbrúða í fanginu á Bjarna Ben og annað. Þetta er náttúrulega lýsir ákveðinni kvenfyrirlitningu og ég held að Katrín hafi bara gert öll mín sín mistök sjálf bara. Það var enginn að stýra þín fyrir hana. Hjálmar, hvernig svona... En líka, það góða sem hún hefur gert, hún hefur náttúrulega verið bara í pólitík lengi og það skiptast á skinnskúrir. Hvert er mat þitt á hver svæsin kosningabaráttan hefur orðið og skautuð? Er þetta slæmt með að við fyrir kosningar? Sennilega hefur nú ekki séð svona hatrama orðræðu í forsetakosningum á Íslandi áður, en þetta er náttúrulega bæði heyrast náttúrulega ljótustu og neikvæðustu ræðurnar er allt of hátt og heilt yfir er fólk náttúrulega alls ekki svona orðljótt eða skapheitt eða ómálefnilegt, þannig við mögum ekki gera of mikið úr því. Það er svona, komum að sína áðan, það er kannski einhverju leyti allavega mörg sem að upplifa þessi meira undir en áður, og það kemur náttúrulega aðeins inn á svona þennan elitisma. Það er náttúrulega myndin sem að Auður dregur þarna upp og hún er stórkostlegu penni og þetta er burtséð frá öllu öðru alveg frábærlega skrifuð grein. Og reyndar fyndi við náttúrulega þekkjum við erum öll einhvers konar elita og við þekkjum hana kannski allra síst sjálf. Þú veist, helmingur íslensku þjóðarinnar tilheyrir 1% og ef við tækjum hana á heimsvísu, jafnvel meira. Heimsvísu, allir Íslendingar. Já, ekki alveg. Nema kannski 1% Íslendingar. Akkurat. Þannig og að því leyti erum við öll elita. En það er náttúrulega þannig, það er þessi, kannski einhver leyti þarna erum við að tala meira íhald versus restin, og íhaldið er hjá Katrínu og það er kannski einhverju leyti það sem við meinum með elita hérna. Íhaldið er jú í hverju þjóðfélagi þeir sem eru ofan og vilja einhver breyta og það er kannski elitan sem er verið að vísa í, og Katrín veit þetta alveg. Það er ekki tilviljun að hún er að draga fram bara í dag til dæmis í umræðum, hún er að vísa í samtölum sem hún hafi átt við fólk út allt land og þú veist það sé svo alþýðlegt, en hvað er hún búin að vera að gera þessi 7 ár sem hún er forsætisráðherra eða öll þessi ár sem hún er verið í pólitík? Er hún ekki búin að vera að tala við fólki í landinu? Er það ekki vandamál? Þannig að hún er að reyna að verða alþýðlegri heldur hún í rauninni hún hefur kannski endilega efni á. Já, ég held þessu líka að prófa, þau eru snúa frá taktík. Ef mann rétt á fyrstu auglýsingarnar, þær voru hún og erlendir þjóðhöfðingjar. Já, einmitt. Svo gengur það ekki. En Helgi Hrafn segir að þetta sé fólk sé að nota þetta sem sósíalískur elitismi? Sósíalismi náttúrulega. Já. Lesa söguna. Já, lesum söguna og þegar landbúnaðarbyltingin kemur og við erum ekki lengur í veðamann og safnarasamfélagi, þá myndast stéttaskipting. Og elitan sem að prestarnir, stríðsmennirnir í fyrri samfélagum, þau réttlættu þetta núverandi valdastöðu og kannski er verið að tala það hér að elitan hér heima er að standa vörð íhaldið, valdið eins og er núna, sem er að ljúga okkur stöðuna
segja að það hafi aldrei verið betra hér, en það eru fleiri og fleiri sem að finna bara virkilega fyrir þunganum af því að fátæktir eru aukast, að velferðarkerfin okkar eru að hnigna, að tækifærunum okkar eru að fækka, að það verða að engafa auðlindirnar okkar og koma þeim bara út úr landi, þú veist, þannig að ef að fólk er í mikilli ábyrgðarstöðu eða hefur mikið menningar auðmagn og er að nota það til þess að ýta Katrínu áfram í dag, að það er bara til skammar, finnst mér. Og það er bara einhver sem er ekki að verða fyrir barðinu af þessari hægri stefnu sem hefur verið rekin hérna síðustu 7 ár sem gæti sagt eitthvað svoleiðis og þá horftu bara eins og einhver prestur faraósins að styðja faraóinn. Ég ætlaði sko, ég kláraði ekki nógu vel spurningunni, ég ætlaði að skjóta þig að þér og skjóta þig á þig hvort það væri elitismi innan sósíalistaflokksins. Ég meina það fyrir eftir hvernig þú skilgreinir það, sko, hvað áttu við. Já, einmitt. Sumir hafa lesið fleiri bækur og eru með víðari þekkingu á sögunni og þá á að taka vonandi meira mark á fólki sem eru prófessorar í hina þessu. Já. Einmitt. Nei, afsakaði ég húmórinn minn er orðinn skekktur og löngum því. Við erum fórstaframkvæmd. Þetta er þróunarferli siðmenningar og sósíalistar líta það þannig að efnisleg saga, bara saga mannkynsins, að það eru stéttaátökin og við erum búin að vera að það er þróunarferli í gangi sem við erum partur af og það mun halda áfram. Það eru þessi stéttarátök sem að marka þróun siðmenninga alveg gríðarlega og sérstaklega einmitt núna á heimsvísu eins og þið nefnið við erum öll í gríðarlegri forréttindastöðu ef það er eitthvað fólk í heiminum sem á að hafa svigrúm til þess að taka á stóru vandamálunum sem eru framöndan, það er það við. Heyrðu, hérna í lokin þá ætla ég að biðja ykkur, ég held að þið hafið öll að einhverju leyti séð eitthvað af efni í dag, einhverja kappræður, annarkvort á Mogganum eða Stöð 2, ef ég skil ykkur rétt. Og mér langar svona að biðja ykkur að hlaupa yfir það hvort það var eitthvað svona aha-augnablik, hvað ykkur fannst mest spennandi og segið mér nú kannski svona í lokin bara hver verður forseti Íslands. Ef að taka þennan hring og byrja á þér. Ok, sko, það sem mér fannst áhugavert í dag var þarna í lok kappræðanna á Stöð 2, þá fekk hver frambjóðandi að tala í að ég held 1 mínútu. Í lokin? Já, í lokin. Mér fannst áhugavert að sjá sko hvað eins og Höllurhund hefur farið fram eins og þú varst að segja, varst þú ekki að segja það? Hún var miklu beinskeyttari og svoleiðis. En nú er heilu myndin hættur að virka. Það er svo heitt hérna. Það er svo heitt hérna. Það er heitt og loftlaust. Fyrir ekki, hvað sagði það var? Það var svona... Hver vinnur? Já, hver vinnur. Hvort eitthvað stæði upp úr umræðan og já, hver vinnur? Ok. Kosningaspá. Það sem ég held að vinni er ekki svo sem að ég vil að vinni, en ég er búin að segja það í ansi mörg ára og ég held að Katrín verði forseti í Íslands. Ég held að hún vinni. Já. En ég held með öðrum frambjóðanda eins og hefur komið við fram. Já. En þeir varst að standa upp úr lokaorð Höllu Hrundar og hún var að ávarpa málefni, hún var að ávarpa umhverfis auðlindirnar og það allt saman. Já. Margrét? Já, mér fannst, ég horfði á Stöð 2, ég náði ekki Mogganum, en og mér fannst sko Höllurnar og Baldur best í lokaorðunum. Já. Og ég er búin að halda allt þetta ár og verið spurð nokkur sinnum í spánakönnunum hver ég held að vinni og ég hef sagt Katrín. Þangað til í gær þá sagði ég Halla Tómasdóttir. Þangað til í gær? Já. Þá svaraði ég Halla Tómasdóttir og ég held að hún bara, sko, maður horfir á bara siglinguna sem hún er á og það er ekkert sem bendist til þess að hún sé hætta og hún stendur sig alltaf svo fáránlega vel í þessum þáttum. Hún er bara svolítið með þetta og svo held ég að það séu kannski margir farnir að hugsa já, ok, þú veist er ekki komin tíma á konu og ég held að hún muni taka frá Baldri og Jóni. Já.
Og hugsaðar fegurðin í því og það reyndar Höllurnar báðar, en ég held að Halla Tómasdóttir hafi þetta. En hugsaðar fegurðin í því að því að enginn átti vona á að Halla Tómasar gæti fengið annað tækifæri til þess að verða forseti. Og hugsaðar fegurðin... Ég var algjörlega þar, ég var hugsaðum byrði, hennar mómenti búið, en svo strax í fyrstu kappræðanum á RÚV, þá bara, já, hún var svona góð í þessu. Hún er það. En ef hún yrði forseti, þá geti svo Halla Hrund komið aftur seinna. Hún geti komið eftir 8 ár. Ég er nú bara að fann mér að segja. Það er alveg rétt. Eða gert eitthvað annað frábært. Já. Hjálmar, hvað stóð upp úr frá deginum, skiptidagurinn einhverju máli, færðan fylgi til og hver verður forseti? Já, ég meina allir dagar skipta máli og þeir skipta meira máli eftir þess að nær kemur kosningum, þannig að þetta er einn af stóru dögunum. 2 kappræður þar sem við höfum tækifæri á að bera saman allavega þessa efstu frambjóðendur. Mér langar svolítið að segja og kannski fer aðeins aftur líka í byrjun vikunar hjá Heimildinni að mér finnst Jón Gnarr mörguleiti hafa átt svið, hann átti sviðið þar alveg klálega, komið alltaf orku inn í þetta og hann gerir það í rauninni öllum kappræðunum, kannski ekki alveg jafn hittinn í dag eins og hann var þar, en hann er með alltaf hann tón heldur en hinn. Hann er meðvitað á skjön. Hann er meðvitað á skjön og hann gerir það mörguleiti vel. Þetta væri allt öðruvísi án hans og ég held að þetta sé betra fyrir hann. Hitt sem ég tek eftir síðan er bara þessu, við vorum að tala áðan, sérstaklega með Höllur Hrund hvað hún er orðin miklu betri í þessu og í rauninni hefur orðið þá stuttum tíma sem bara sýnir hvað hún er fljóta að læra og fljóta að tileinka sér nýja hluti sem voru kannski ekki hennar til að byrja með. En þú spyr hver verður næsti forseti. Næsti forseti heitir Halla. Ég veit ekki hvort hún heitir Halla Tómasdóttir eða Halla Hrund og ég byggi það á eftirfarandi. Fylgið hennar Katrínar er fast og mun ekki fara neitt. Það er ekki að fara mikið af aðkvæðum til Katrínar á morgun og hinn. Þannig að hún endar með 23-27%. Og morgundagurinn skiptir rosalegu máli, Gallup-könnunin og síðan ofan á það, sérstaklega ef að sama Hallan hittir nú í marki báðum, þá mun það ráða úrslitum niðurstöðu kosningana. En einu viðbóta spurning af því ég heyrði 2 gamlingja á framboðsundi Katrínar annars sagði við hinn við skilum okkur á kjörstað ólíkt unga fólki. Heldur að það geti verið af því að ef við brjótum niður stuðningi við Katrínu þá er þetta eru ábyrgir borgarar með aldur líklegir til þess að skila sér á kjörstað. Heldur að það geti skipt? Já, ég held að það skipti máli. Það áreindar líka svona lýðfræðilega samsetningin á kjósendum annarra er dálítið þannig líka. Nefni til dæmis Höllur Hrund sem er með mikið fylgi meðal eldra fólks og fólk sem er held ég mjög líklegt til þess að mæta á kjörstað. En ég held að mæli það sem að vegur upp á móti með Katrínu er að hún mælist örugglega mjög vel í könnunum. Það er engin að, fólk er ákveðið og það er engin að fela það er engin að fara ákveðið á síðustu stundu og það er engin að neita því að ef þú ætlar að kjósa Katrínu þá segir þau bara að ætla að kjósa Katrínu og þess vegna heldur hún mælist rétt. Það er enda góður punktur. Já, ég hafði ekki pælt í þessu. Heyrðu og þá verður þú eiga að loka orðin hjá okkur Karl. Já, mér fannst báðar Höllurnar einmitt standa út áðan, báðar mjög góðar. Halla Tómasdóttir er með spennandi nálgun í svona samráði við fólk og svona raunverulegar lýðræðistilraunir sem hún er með. Slempi velja fólk og fá að fundi og mjög gott að sjá innflytjendaráðstefnuna hvað var þarna fundin sem hún hafði með innflytjendum. En Halla Hrund einmitt tók vinningin fyrir mig hérna í lokaorðum Stöðvar 2 þegar hún fór beint í að tala auðlindir landsins og tala að það er verið að sækjast í þessar auðlindir. Bæði innlend auðvald er að selja þær til erlends auðvalds og þannig og ég held hreinlega að hún muni vinna og vona það. Ég vona innilega að verði ekki Katrín. Sérstaklega vegna þess að hún hefur verið að reka hérna hægri stefnu með Sjálfstæðisflokknum í 7 ár og það er eitt mjög áhugavert sem vakti ekki lukku hjá mér að sjá þegar hún kom hingað í fyrsta sinn reyndar hjá stjórnarskrársfélaginu sem var að spyrja frambjóðendur út í stjórnarskrána að þegar Katrín var að tala um málskotsréttin þá sagði hún að það er þessi litla grein. Það er þessi litla grein eins og þetta væri eitthvað auka atriði og það má kannski túlka það þannig en ég sé það alls ekki svoleiðis og sérstaklega ekki þegar við erum með þing sem er að stjórna í ótakt við vilja almennings sem við sjáum bara trekk í trekk í skoðanakönnunum að þá sé ég sem svo að forseti á að vera með þessi öflugi öryggisventill og bara nota málskotsréttin bara nógu oft sérstaklega þegar þingið er að brjóta á okkur aftur og aftur.
Einmitt. Það einmitt þessi frasar, sameiningatákn, öryggisventill og svona. Við erum samt búin að heyra miklu minna öryggisventilin en eftir hrunið. Það var bara öryggisventill. Með síðustu, 2016, það snýrist allt öryggisventilin. Hann bara hvarmu. Ólafur ætla að hætta við að hætta og bara því að það var svona rosalega öryggisventil. Kannski er það með þess að mikilvæga núna. Brilljant. Þess að þeir fá firðina og þeir bara menga þar áfram. Það verður það eins og í Noregi þar sem að firðirnir eru bara lífleysir og dauðir. Þannig að kannski er það mikilvægara en nokkuð tíman. En það er alltaf mikilvægt. Það er alltaf mikilvægt. En svo bara fólk mæti, hvert sem það ætla að kjósa, bara gerðu það, mættu og notaðu þennan kosningarétt, hann er ekki sjálfsagður og ekki láta veðrið hafa áhrif á það og sérstaklega þegar svona mjótt á munum að það bara skiptir hvert einasta atkvæði alveg rosalega miklu máli. Og reynum að hafa þetta eins nákvæmt hægt ég bara Þetta gæti reynilega ráðist bara á 10 atkvæði. Alveg. Það er bara, það er raunhæfur möguleiki. Og Karl ætlar að fá unga fólki á kjörstaði, það ekki? Eins og ég get, ég reyni. En hann viðurkennir samt að hann sé einhverju svona búblu þannig að hann tali ekki fyrir hönd annar. Nei, ég gerir mig grein fyrir að ég er með aðra skoðanir en flestir kannski á minnum aldri en ég er líka búin að vera að fylgjast með og vera aktífur í þessu í langan tíma og svoleiðis. Ég held ég sé ekki representative fyrir mér. Einmitt, það er búið að vera frábært að fá ykkur í heimsókn. Karl Hjálmar Gíslason, Margrét Tryggvadóttir, Sara Óskarsson, nú þurfti ég ekki að kíkja í blöð sem muna nöfn ykkar en bara kæra þakki fyrir komuna. Við á Samstöðinni erum óendanlega þakklát þeim fjölda viðmælanda sem að leggur það á sig að koma til okkar, eiginlega bara liggur mér við að segja dag sem nótt, stundum í beinar útsendingar, stundum í viðtöl sem fyrirfram eru tekin og sýnd síðar. En stuðningur ykkar, áhorf og hlustun og fjárframlög þar sem þið geti bætt við þeir sem eruð að fylgjast með okkur án þess að borga mánaðagjald með því að fara inn á vefurinn samstöðin.is og íta þar á nafn sem heitir áskrifendur. Við værum hér ekki nema vegna ykkar og erum eins og ég segi mjög þakklát fyrir allan stuðning, hvatningu og fleira gott og við höldum áfram að sinna okkar starfi með ykkar stuðningi. Þessi kosninga, forseta þáttur verður þá ekki lengri hjá okkur í kvöld en við vonum að þið hafi notið hans. Verið sæl. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Þarftu hann að tala borgarfulltrúa? Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.